Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða svona nokkrar áskoranir barna í samtímanum hér á Íslandi og ýmsar ógnir sem steðja að þeim. Internetið og samfélagsmiðlar eru einu þeirra. Geðheilsa ekki síst stúlkna, hún hefur versnað síðan frá 2010-2011 samkvæmt nýrri doktorsrannsókn að talið meðal annars út af skefjalausri internetnotkun, samfélagsmiðlum og öðru slíku. Svo eigum við alltaf börn í vanda, fíknvanda og í dag hafa verið sagðar fréttir á því á Bylgjunni og Vísi að maður 14 ára drengja, mæður afsakið, að undirbúa að fara með það til Suður-Afríku í meðferð vegna alvarlegs vímuefnavanda og þær tala algjört úrræðaleysi og kalla úrræðin sem hér eru í boði gagnvart börnum með fíknivanda skrípaleik og jafnvel leikrit. Og hingað kominn góður gestur sem að ég veit að hefur nú ekki öll svör við öllum spurningum en takk fyrir að koma til okkar, Salvör Nordal, þú ert umboðsmaður barna. Takk fyrir. Eigum að byrja bara þarna á, við þetta að bæta, við mæður þessara drengja sem eru á leiðinni til Suður-Afríku vegna fíknivanda, að það mjög stutt síðan ég ræddi við unga reykvíska móður sem á barn sem að stríðir við alvarlegan fíknivanda og hún hefur varið 11 milljónum króna og neytist til þess að selja fasteignina sína til þess að bregðast við fíknivanda barnsins hennar með einmitt mjög kostnaðarsamri dvöl utan landsteinana. Hvernig stendur á þessu? Já, það hefur verið náttúrulega mikið rætt það á síðasta ári, myndi ég segja, alvarleg staða í meðferðarúrræðum varðandi börn sem eru í mestum vanda, vegna hegðunar og fíknivanda. Og við sjáum það einmitt og við höfum heyrt af mörgum svona dæmum þar sem börn eru komin í mjög mikinn vanda og það hafa líka verið mikil umræða bara stöðun á Stuðlum. Það nú að verða ár síðan það lést barn þar í bruna og það hefur haft líka svona keðjuverkandi áhrif að manni skilist að það hefur náttúrulega húsnæði þar, það hefur náttúrulega skemmtist og það var minna rými þar og svo framvegis og svo hefur náttúrulega verið mikil bið á því að það sé opnuð ný úrræði. Það var lokað úrræði fyrir 1,5 ári sem var langtíma meðferðarúrræði fyrir drengi og það var á Lækjarbakka og því var lokað vegna myglu og það hefur ekki verið hægt að opna annað í staðinn á þessum tíma sem ger það verkum að það engin langtíma úrræði í boði fyrir drengi núna, það eru fyrir stúlkur og fyrir norðan á Bjargey en ekki fyrir drengi en það stendur til að opna eftir sem fréttir segja og Barnafjölskyldustofa hefur sagt þá stendur til að opna nýtt meðferðarúrræði fyrir drengi í Gunnarsholti í kringum áramótin. Já. En þá eru náttúrulega að verða 2 ár sem slíkt úrræði hefur ekki verið í boði. Algjörlega og meðan náttúrulega bara vex vandi þessara barna og það lýsa því náttúrulega í þessu viðtali að hvernig þróun hefur verið á tiltölulega kannski stuttum tíma. Þetta eru ungi drengir, 14 ára í báðum tilvikum og það er auðvitað mjög sárt að hlusta að þetta var í útvarpinu í morgun og þetta er mjög sárt að hlusta á þessar frásagnir vegna þess að maður sér það auðvitað að ef það er gripið strax inn í og hægt að grípa strax inn í þegar vandi barna myndast eða svona þessi áhættuhegðun hefst að þá eru náttúrulega miklu meiri líkur á að vandinn verði auðvitað minni og skaðinn þar að leita minni líka fyrir barnið og þannig að það er hægt að leið með þá
ef úrræðin eru til staðar að koma í veg fyrir að þetta verði svona alvarlegt eins og það er lýsa í þessu viðtali. Já, þetta er algjörlega óásættanleg stað, við erum eftir að sammála það. Já, við höfum náttúrulega bara lýst yfir og gerðum það bara strax í síðasta haust og það var náttúrulega miklar, það var náttúrulega mörg skelfileg mál sem komu upp líka á síðasta ári sem varðaði börn. En hérna þá væri komið upp svona neyðar ástand á þessu sviði og það er náttúrulega algjörlega óásættanlegt að það sé slíkt ástand sé og það haldi áfram eða sérst það sé ekki und að bregðast við því almennilega. Talar það fyrir dögum eyrum, finnst þér þegar þú ert að reyna að knýja úr betur? Já, sko, ég held að við náttúrulega erum að ræða við ýmsa aðila og maður hefði auðvitað vilja sjá miklu ákveðnari viðbrögð fyrr við þessu ástandi. Maður hefur náttúrulega heyrt ýmsar skýringar á þessu en eins og ég segi, ég er ekki kannski dómbar á það hvað hefði vera eða með tillögur það hvað hefði átt að vera að gera. Það var náttúrulega verið að ræða til dæmis og það kom upp umræða meira á Alþingi það að hvort það var hægt að opna úrræði þarna frekar á Háholtið allavega til bráðabirgða og svo framvegis en það var aðrir að svara því hvers vegna þetta hefur tekið svona langan tíma. En þetta er staðan og við höfum heyrt af því að það sé verið að senda börn til Suður-Afríku og Spánar og fleiri landa. Það eru börn þar núna í meðferð og það eru önnur á leiðinni væntanlega. Maður hefur heyrt líka að það hefur verið sendt börn til Spánar og til Bandaríkjanna en þetta er auðvitað dýrt. Samanber þessa sögu sem er sönn að kona varði 11 milljónum og í rauninni misti ofan að sér húsnæði. Og mér finnst náttúrulega að ríkisvaldi þurfa að skoða það að ef það er ekki til viðeigandi úrræði fyrir þennan hóp að það þurfa auðvitað að skoða það eins og varðandi önnur meðferðar úrræði sem ekki til staðar. Já. Þá er leitað út fyrir landstjórnina og þá eru það greiddar af ríkinu því þetta er auðvitað ef ég og barn sem er með eitthvað sjúkdóm sem er ekki hægt að lækna hérlendis þá er mér hjálpað með kostnaðina því að það fari til Svíþjóðar eða á aðra spítala. Nákvæmlega. Svo er það líka þannig og það getur vel verið að það ég kann heldur ekki að meta það hvað er best að gera í hverju tilviki fyrir sig en auðvitað er það þannig í stærri löndum að þá eru sérhæfðari úrræði heldur en kannski við getum haldið uppi hér. Börn kannski með margvíslegan vanda sem kannski er erfitt að bregðast við en þá verðum við náttúrulega að styðja þau börn og þær fjölskyldur í að senda þær í viðeigandi úrræði erlendis. Þannig að mér finnst það vera eitthvað sem ríkisvaldinu ber að skoða núna í ljósi þessara frétta og vitneskju það að það sé verið að leita út fyrir landsteinana í mjög meðferð sem foreldrar líta á sem lífsnauðsynlega. Þú veist, börnin eru komin að það vondan stað og í það erfiða aðstæður og í það mikla fíkn að þau eru bara óttast líf þeirra sko. En hefur S.A.A. til dæmis þær bjargir sem þyrfti? Já, eins og ég segi, ég kann ekki að meta það. Það verða náttúrulega sérfræðingar að meta hvað er best að gera hlutina og hvernig og kannski þurfum við fjölbreyttari úrræði heldur en við höfum kannski haft hingað til fyrir þennan hóp og ég kann ekki að meta það en það er auðvitað eitt af því sem þarf að skoða. Já. Þannig að ég er allavega við erum að heyra þetta og í fjölmiðlum nánast daglega eru erfiða fréttir af málefnum barna og það er náttúrulega svíður að gera það, að heyra þær. Þú minntist á það áðan að árið í fyrra var í rauninni skelfilegt fyrir það sakir hvað komu upp mörg alvarleg mál sem varða börn og við höfum svona fylgst með því núna á síðustu árum að við erum stödd í einhverjum heimi og við vitum ekki alveg hvernig við erum að rata hann. Við fullorðna fólkið kannski höfðum ekki fullar bjargir til þess að áttu okkur á því hvað væri börnunum okkar hollt og hvað væri þeim óhollt þegar alltaf samfélagsmiðlarnir
lögðu undir sig landið og miðinn. Einmitt. Við fengum kannski ekki svo miklar leiðbeiningar frá hinu opinbera heldur, enda tók það hið opinbera tíma að við erum ekki ennþá, það ennþá fullorðið fólk og stjórnmálafólk að rífast það hvort það var símabann í grunnskólum eða ekki, þannig að við erum ekki ennþá búin að ná lendingu. Og í þessu umhverfi öllu, svona óvissu, nýrrar tækni, nýrrar tíma sem hefur kallað á aukinn einmannaleika hjá sumum börnum, og samkvæmt doktorsrannsókn nýrri má greina ekki síst hjá stúlkum að frá og með þeim tíma sem að símanum breytt þannig að þú getur náð í app, samfélagsmiðla app, myndavélar og allt þetta sem 2010-11 og frá og með þessum samfélagsmiðlum sem að flest ungt fólk nota mest þá sem sagt versnaði geðheilsa ungra barna, ekki síst stúlkna. Þetta nú meir en spurning, þetta líka bara svona innlegg. Ég á sjálfur 2 börn undir 18 ára aldri. Ég hef fylgst með þessum tímum. Ég hef oft svona verið úrræða lítill og ekki vitað með hvaða hömlum maður eigi að koma á alls konar hluti, boð og bönn. Ekki bara svolítið erfitt að vera barn núna og hefur það ekki verið erfitt svolítið skeið, ekki síst vegna þess að við höfum upplifað svo rosalegt stökk að svona fyrirmyndirnar, foreldrarnir, hið opinbera, samfélögin hafa ekki alveg vitað hvernig þau að klóra sér í hausnum gagnvart þessu. Jú, ég held að það náttúrulega greinilega og augljóslega margvísleg áhrif í samfélaginu núna sem eru hvað maður segja áskoranir fyrir börn í dag sem hérna eru erfiðar. Þú nefnir síma og samfélagsmiðla og þennan síman sem maður með allt í hendinni sko. Og auðvitað sko þegar við erum að tala málefni barna þá þetta óbærslega margt sem það bara við erum að gangi gegnum náttúrulega mikla þjóðfélagsbreytingar. Það eru þessar mikla tæknibreytingar. Við erum líka COVID kom illa við börn. Það var erfið til dæmis fyrir þau börn sem bjuggu við erfiðar heimilisaðstæður að þegar allt lokaðist af og þau kannski og skólatíminn var takmarkaður og svo framvegis og þannig að það og ég ekki viss að við séum alveg búin að átta okkur á því hvernig COVID raunverulega fór með börn og þau börn sem kannski fyrir voru einangruðust meira. Síðan það auðvitað þessi sími og þessi tæki og það kom út mjög góð bók í fyrra og vakti mikla athygli eftir Jonathan Haidt sem var nú talsvert til umræðu það einmitt að það hefði orðið mikil breyting í lífi barna í kringu 2010 þegar þessi símar koma. Og það megi merkja það bæði þannig að stúlkur, það er kannski meiri kvíði og þunglindi, en það er kvíði og þunglindi meðal allra barna, aukinn, virðist vera, en meira kannski á stúlkum, aukinn kvíði, en síðan lagari námsárangur hjá drengjum. Já. Þannig að það hafi komið með ólíkum hætti fram hjá kynjunum og hann með gögn víða að úr heiminum og náttúrulega mikið úr frá Bandaríkjunum og Bretlandi. En hann að ræða þetta að það sem, og kannski tvennt hafi gerst svona kannski á sama tíma en fram að því, eitt af því sem við höfum gert kannski að við höfum ofvenda börn á ákveðnum sviðum, þannig að börn leika sér minna heldur en áður. Miklu minni tækifæri fyrir bara frjálsan leik, þar sem þau eru bara í friði og eru úti. Þannig það eru miklu meiri verið að passa börnin og passa þau ekki, farið sér ekki að voða og þar að leiðandi eru þau ekki bara eins frjáls. Þau eru náttúrulega með opaslega skipulegan dag og allt þetta og það gerir það verkum að þau eru ekki, þau prófa sig ekki, þau eru ekki í þessari áhættu eins og maður þurfti stundum að detta á hausinn og fá gat til að átta sig á því að það ætti ekki að príla þarna kannski í einhverjum stöðum og svona. Þannig að við vendum kannski börn á ákveðnum sviðum en á samfélagsmiðlum hefur við hins vegar ekkert vanda börn.
Þannig að það er ofvöndun á einu sviði sem þessi físikal heimur, líkamlegi heimur, þar sem við erum svona bara að hamast eitthvað. Og vanræksla á hinliðinni. Já, en á hinu hafa bara stórfyrirtækin eða bara skilur, þá bara hefur ekki verið neitt eftirlit með hvers konar efni verið að setja á borð fyrir börn og svo framvegis. Og svo hefur þetta áhrif, þessi símar virðast hafa, hann bendir á 4 atriði sem hafi svona beinlínis, það verða minni samskipti svona augliti til auglitis, þar sem fólk bara saman. Samskiptin verða öll í gegnum símana. Það styttir svefnin. Og það auðvitað sem við séum mjög skýrt í rannsóknum hér á landi að börn sofa mjög lítið og unglingar sofa bara mjög hættulega lítið. Þú fagnar því kannski að við höfum senkað morguntíma í skólum. Já, það vonandi til bóta, sko, en það eitt af því sem hefur verið nefnt til þess að reyna að auka svefn barna, en svo bara þegar þú ert með síman alltaf í hendina. Og ég vil við rúmið og svo blikkar hann og svona, það trublar börnin. Síminn hindrar náttúrulega einbeitingu og við þekkjum þetta öll. Ég meina við erum öll að verða sko einbeitingarlaus af því við erum bara með síman alltaf í hendinni. Við erum ekkert börn, ég og þú, en við tengjum alveg við þetta. Já, og við tengjum alveg við þetta sko, og svo og þau valda fíkn. Þetta fíkn einhvern veginn og svo eru öll svo mörg leikir og forriti setti þannig upp að þú þarft alveg stöðugt alltaf að vera að skoða. Já. Og þetta þekkjum við náttúrulega líka. Við erum öll orðin háð þessum símum og háð einhverjum öppum og dóti sem við ætlum aldrei að verða sko. Jafnvel eins og við, gamla fólkið sko. Og veldur óöryggi þegar maður ekki að neita, þegar maður ekki að komast yfir upplýsingar. Og svo það þannig að þú veist, sko börn og við tölum náttúrulega oft við börnum með síma notkun og allt þetta og þau segja þetta, ég meina, þú veist, og til dæmis eins og við tölum foreldra að foreldra ætti að hafa, ég meina það er mikilvægt að við getum borðað saman á þess að fólk sé að horfa síman alltaf og þá segja börnin já en ég meina pappa og mamma gera þetta skilur, við fullorðna fólki verðum þá líka að sýna gott fordæmi en við erum öll í símanum og þar af leiðandi verða náttúrulega börnin líka og svo náttúrulega vitum við líka sem náttúrulega kannski viljum ekki alltaf horfast í augu að síminn og tækin þau gera það verkum að börnin verða róleg. Já. Þau eru sem sagt bara í sínu og það bara hver í sínu og þau eru það bara róleg á meðan. Og meina, við þekkjum það alveg að þú veist, ef við setjum iPadin fyrir framan litla krakka þá hætta þau að æslast og vera með hávaða. En við vitum ekki hvaða fórnarkostnaður hlýst að því síðar fyrir. Nei, en þetta þú veist, þetta staðan og svo náttúrulega núna verið að sko, velta fyrir sig hvernig á að fara hvað á að gera, hvernig á að bregðast við þessu. Já. Og þar svona sýnist sitt hverju. Já, ég myndist á hann á þessa doktorsrannsóknu, hann heitir Óttar Birgisson sem að talar eða semst hefur með sinni rannsókn séð vaxandi óöryggi þessa vöktun að þú þurfir að fylgjast með stressið og einmannaleikan og og allt þetta, ég held að Evrópusambandið hafi í fyrra gefið út að versnandi geðheilsa ungmenna og barna væri einn stærsta heilbrigðisógnin ógn samtímans. Ég minntist aðeins á skólana að það enn til kennarar sem að gera grín að menntamálaráðherra að vilja koma á síma banni sem hann reyndar kallar núna eitthvað annað en bann en sko það hefur verið óskaplega erfitt að ná einhverjum svona konsensus, einhvers konar samfélagssáttmála það að við getum gert hlutina saman sem sameinaður hópur, sameinuð þjóð sem væri auðvitað náttúrulega
best því að ef þetta svona mjög mismunandi eftir fjölskyldum, siðir og allt það, þá er náttúrulega svolítið erfitt að ná kannski einhverja heildstæðri reglu. Kannski fylgir þetta einhverju leyti bara aukinni einstaklingshyggju og því að við eigum hvert og eitt okkar og líka börnin. Við lítum þannig á að þau hafa frelsi til að fara til helvítis, svo ég sé nú svolítið ögrandi. Já, sko, við gerðum könnun í fyrra í sambandi við símanotkun og við sáum að það voru tæplega helmingur skóla var með símabann. Og það eru langflesti skólana sem svöruðu okkar könnun eru með reglur um símanotkun sem, og mjög margir þeirra eða yfir helmingur hafði unnið, það líka mjög mikið að unnið þessar reglur í samvinnu við nemendur. Þau sem eiga að fara eftir reglunum að við setja sér sjálf líka og reglunar og það er auðvitað best þannig ef einhvern veginn skólarnir gera þetta í samvinnu við nemendur. Og þannig allavega viljum við gjarnan að reglur í skólanum séu settar. Já. Þannig að hvort það er skynsamlegt að setja, nú það búið að vera starfshópur að störfum og fjalla einmitt þetta mál, ég þekki ekki að þá umræðu sem þar hefur verið, hvort það sé góð leið að setja eitthvað svona bara lög eða bara ofanfrá að banna þetta eða og þurfa, svo koma alltaf spurningar sko undanþágur að geta verið einhverju hópu barna sem þurfa að hafa síman hjá sér. Já, við getum undanskilið þann hóp held ég. Já, en við þurfum alltaf svolítið að hugsa það bara hvernig við gerum þetta. Já. Og ég held að ég myndi alltaf að halda það væri best að gera þetta í bara góðu samvinnu bara innan skólana. Já. Milli kennar og nemenda en eins og ég segi ég bara býð eftir að sjá hvað verður með þessar tillögur frá þessum starfshópi og þá frá ráðherra hvernig það er gert en það má heldur ekki vera þannig að eins og einhver var að benda á sko að það sé hópur sem í vanda eða sem einhverjum ástæðum út af fötlun einhverju þurfa að hafa síma. Nei. Og þá það þeir krakkar sem eru svona, það eru símakrakkarnir en skilji, það má ekki svona merkja heldur með símanum sko. Nei. En ég held allavega að það er mikilvægt að ræða þessi mál. Mjög mikilvægt. Og mjög mikilvægt að líka það sé svona og ég held að það þurfi náttúrulega þessa samræðu bara í samfélaginu og milli barnanna og foreldrana og við kennarana. Og bara þannig að við líka bara hugsum það hvernig við umgöngumst þessa síma. Ég meina mörg okkar hafa verið í lausu lofti af því að okkur er að skort viðmið. Já. Og ég bara tala um foreldra núna. Já, einmitt. Og maður hefur tekið eftir því að venjur eftir heimilum eru bara ansi ólíkar. Já, einmitt. Sumir vilja ganga langt í boðum og bönnum og hafa lítinn tíma en aðrir hafa ekki alveg sömu skoðanir og þetta er bara búið að vera og ég er nú ekki að fara að væla sem foreldri ég höldum fókusnum á börnunum að sko þar er þetta er búið að vera snúin tími svo er enn eitt sem ég langar aðeins að imprá við svona kannski lokin það eru veðmál barna hefur það eitthvað komið inn á þitt borð? Já, við höfum aðeins ekki þannig kannski að ég hafi svona, við sé alveg búin að skoða það almennilega en auðvitað við höfum heyrt þessar fréttir um það að það sé stór hópur barna að spila á veðmálasíðum, alþjóðlegum veðmálasíðum og það eru auðvitað ágefni. Já. Og auðvitað er allt svona sem líka börnir að sko stofna til skulda. Já. Mikið áhyggjuefni og náttúrulega ekki vera hægt. Börn sem ekki fjárráða séu að komin í skuld við einhver fyrirtæki. Já. Þannig að það er eitt af því sem bara við þurfum að skoða betur. Já. En helstu verkefni þín sjálfur svona frá degi til dags og frá viku til viku og kannski misseri til misseris, hver eru þau ef þú svona endar þetta spjall við mig á því að fara þau eru náttúrulega mjög fjölbreytt. Við erum náttúrulega eitt stóra verkefni núna hjá okkur er það að við ætlum að halda barnaþingi í nóvember með yfir 120 börnum, með 130
eða meira af bönnum sem koma þá og ræða sem sagt og við eru þá að koma með sína skoðanir á því hverju þurfa að breyta og slíkt. Já, það skemmtilegt. Þannig að það rosa skemmtilegt verkefni og við erum að gera þetta í 4. skipti og erum ekki höldum svona þing annað hvert ár og það hefur náttúrulega gjörbreytt okkar starfi. Já. En síðan erum við náttúrulega bæði að með ýmis mál sem bara tengjast þessum, eins og þú ert að nefna, þessi mál sem eru bara efst á baugi í samfélaginu hverju sinni og við erum auðvitað að reyna að fylgjast með og veita aðhald og síðan eru náttúrulega líka mikilvægt atriði í okkar starfi eru sem sagt að setja mál á dagskrá og við til dæmis birtum í fyrirhluta þessa árs mikla skýrslu barnvæna réttarvörslu og þá vorum við að taka út svona hvernig þessi kerfi sem eins og dómstólar og lögregla og sýslumenn og fleiri hvernig sem sagt, þau hafa hugað að barnasáttmálanum og stöðu barna upplýsingugjöf til barna og barnvænu viðmóti og þjálfun og svo framvegis. Það tekur einmitt eftir að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna þverbrotin alveg vinstri hægri? Já, sko, það eitt af okkar hlutverkum að reyna að fylgjast með því brotum og reyna að benda stjórnvöldum á að ef við teljum að það sé verið að brjóta á börnum. Og eins við náttúrulega líka að í miklu alltaf samtali við nefndir þingsins að því við ekki veitum náttúrulega umsagnir málefni sem tengjast börnum og við leggjum mikla vinnu í það að útbúa vandaðar umsagnir. Þannig að það eru mjög fjölbreytt verkefni og alltaf okkar borði og kannski má segja sem svo að ég meina það aldrei alveg, ég get aldrei gengið alveg að deginum vísum því ég veit aldrei hvað kemur upp og svo getur bara komið upp einhver stór mál sem ég hafði bara ekkert séð fyrir og maður þarf að bregðast við. En gefum við börnum nægan gaum og heilsu þeirra á líðan? Gefum við? Já. Nei, það gerum við ekki. Nei. Og þetta hefur verið mjög áhugavert að sinna þessu starfi, þessu embætti og og ég held að Íslendingar þurfi nú að fara að eiga samtal það hvernig við komum fram við börn og hvernig við hlúum að börnum. Já. Og ég held að bara eins og staðan á mörgum sviðum í dag að þá einhvern veginn, mér finnst svona, ég hef mikið verið að hugsa þetta, mér finnst svona staða núna verri heldur en ég, þegar ég kom að embættinu fyrir 8 árum síðan. Já, því trúi ég. Og ég held að hluta vandanum líka bara hvernig við sem samfélag horfum á börn. Og ég held að við þurfum að bæta verulega. Já, mér finnst eitt bara svona í lokin, sko, þau var runnið svolítið til mörkin á því að vera barn og að vera fullorðinn og með skyldur og frelsi og vernd að mörk þess að vera barn eða fullorðinn, þau eru kannski ívið óljósari núna heldur alltaf þegar ég var krakki. Já, börn eru náttúrulega börn til 18 ára núna, voru kannski bara 16 ára þegar við vorum ung, en þannig að aldursviðmið hefur hækkað og það getur verið að það hefur breyst. Internetið hrærir okkur saman svolítið, sko. Já, einmitt, við líka kannski líka svona lengist barnæskan með hærri aldri, við getum átt von á lengra lífi heldur en áður en þannig að þá kannski það kannski eitt hlutur en svo náttúrulega bara svo margt sem gerist, ég meina það börn eru lagalegu skilningurinn til 18 ára en flest börn eru náttúrulega orðin mjög sjálfráða fyrr og þroskuð og ef allt gengur vel og eru náttúrulega búin að fá allskyns réttindi, búin að taka bílpróf og eru með allskyns réttindi og þetta er svona stigvaxandi. Þannig að við auðvitað erum að hlúa börnum til þess að þau verði öflugir einstaklingar þegar þau hafa aldur til.
og ég verð að segja það þó við séum hér að tala auðvitað ýmis vandamál og áskoranir og auðvitað allt og stór hópur í miklum vanda að þá eru rosalega mikið af flottum krökkum og mér finnst það mörguleiti þegar ég að tala við unga fólki í dag, þú veist, mjög miklu flottari heldur en held að við höfum verið, sko. Og miklu öruggari og eiga auðveldara með að tjá sig og eru bara glæsilegi ungmenni, sko. Þannig að það auðvitað, þess vegna þurfum við höfum í okkar fólki svo mikið stöf og við þurfum að hjálpa þeim og styðja við þau þannig að þau geti orðið virkilega öflugir einstaklingar þegar þau verða fullorðin og þess vegna svo sárt að horfa upp á það að við kannski erum að glutra niður tækifærum barna sem sko gætu alveg ef þau fá bara réttan stuðning geta bara verið í þessum hópi. Já, það er einmitt þessi hópur sem að við þurfum að styðja við, sem að í fréttum, sem að ég veit að okkar spjall hér í dag, það endurspeglar ekki málaflokkin, hvernig börnum líður, en ég að reyna, sem sagt, eins og þú hefur verið fús til að svara, að fá að vita aðeins meira til þess að við ræðum vanda þeirra sem raunverulega eiga við vandastríð og hvernig við getum lagt þar hönd á plóg. Og það auðvitað það sem við líka erum, sem í mínu embætti erum að alltaf að fókusera, það þau börn sem þurfa mestan stuðning. Við verum auðvitað að einbeita okkur að þeim, að við komum að styðja þau. Já. Og svo kannski bara mín persónulega skoðun að það hljóta að vera flókið og dálítið snúið að vera barn í dag og jafnvel erfiðara en einhver áratug undan. Ég held það. Ég er sammála því. Ég held að það sé erfiðara. Þess vegna ég voðalega ósátt við það þegar mín kynslóð að tala börn sem bara einhverju bómull. Já, það segir mér. Mér finnst það lítilsvirðing við það samfélag sem við höfum búið börnum. Því börnin eru sko ábyrgð okkar og það eru okkar, við erum búin að búa til þessa umgjörð og við erum búin að búa til þessi tæki og setja þetta fyrir fram að þau og þau eru okkar ábyrgð. Mæltu manna heilust, eða ætti ég að segja kvenna. Salvör Nordal, kæra þakki fyrir komuna, umboðsmaður barna, gaman að spjalla við þig. Takk sömuleiðis, takk. Ekki fara langt, kæru hlustendur, höldum áfram með dagskrána eftir andartak. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.